fliegt mit den Gänsen davon. Vorið var komið til þorpsins hans Nilla á Suður Skáni. Trén voru orðin græn og blómguðust hvert á fætur öðru. Skurðirnir voru fullir af vatni, á börnum þeirra uxu hófíblar og kjarrið var brúnt og gljáandi. Áfram ykkur! Áfram ykkur! Hólmgeir Níelsson og kona hans voru fátæk bændahjón. Jörðin þeirra var ekki stærri en garður. Þau höfðu sest hér að með 1 svín og fáunar hænur, en þau voru kappsöm og dugleg og nú áttu þau líka kú og gæsir. Sagan hefst á sunnudagsmorgni. Foreldrarnir bjuggust til kirkjuferðar. Níels Holmgeirsson. Veistu hvað strákurinn að slæfast, mamma? Ef við leggjum ekki strax á stað þá komum við seint til kirkju. Nei, ég veit ekki. Ég leitaði öllum hugsanlegum stöðum. Hann átti að gefa gæsunum. Nilli, drengur minn, Nilli, Nilli. Víkið fljótt úr vegi. Nilli á leiðinni. Víkið úr vegi. Þetta eru sparifötin mín. Og hvað það? Þú skvettir á mig, ég get ekki látið sjá mig í kirkjunni. Fólk bendir á mig og segir, sjáu hvað Ása er óhrein. Jæja. Þá ferðu bara ekkert í kirkju. En það er sunnudagur. Já, á morgun er mánudagur og hinn daginn þriðjudagur. Mikið er að Nilli illgjarn. Kæruðu kollótta, þú veist hvernig Nilli er, við fáum því ekki breytt. Fannstu strákinn? Ég sagði hann í morgun að nú skildi hann ekki sleppa. Hann fer með okkur til kirkju. Æ, þú er engan mat fengið. Þú hlýtur að vera svangur, vesalingurinn litli. Ég skal gefa þér eitthvað í svangir. Það er í verkaning Nilla. Ég veit það. Ég get ekki láta hann svelta í hel litla greið. Þetta er þú lifandi vera. Við gáum honum hamstur til þess að kenna honum að gegna skylduþörfum. Nilli ber ábyrgð á dýrinu og þess vegna ber honum að gefa því og sinna því. Já, ég veit það. Ég kenni svo í brjóstum litla greið. Hann var í svolítinn í hel, en við reytum bara okkur á Nilla. Gott að þig.
Nú skaltu fá á baukinn, gull-Lilja. Matti. Komdu hingað. Ég næ í skotti á þér. Já. Vertu kyrr. Þar gómaði ég þig. Matti. Matti. Nei. Nei, stansaðu, vertu kyrr. Vertu kyrr? Pabbi. Komdu hingað, Nilli. Hvar varstu, Nilli? Við leitum út allt. Hann var að ofsækja gæsastekkin Matta eins og vanalega. Hann var alltaf þessu. Komdu tafarlaust inn, Nilli. Hvers vegna? Ég hef ekkert að með brotið. Hvað að vera, pabbi? Þarft að spyrja. Ég hef margsættir að láta dýrin í friði. Hvað brauti nú að mér? Ég var bara að leika mig. Ég var bara... Nú er mér nóg boðið. Slepptu mig, pabbi. Vertu svo vænt að sleppa mér. Ef við leggjum ekki strax að stað komið og seint. Nú heyrist í klukkunum. Ég brauti ekkert af mér. Það er alveg satt ég var bara að leika mér. Kallar þetta leik? Farð inn með mömmuðinni. Ég tala við þig seinna. Já, inn með þig. Ég vil ekki fara. Komdu nú, Nilli. Hvað er þetta að gera, Nilli? Drengur minn, Nilli. Slepptu mig, mamma. Ég vil ekki fara til kirkju. Ég vil ekki. Ég vil ekki fara með ykkur til kirkju. Ég vil ekki. Nilli þó. Við erum að verða á sein. Hvers vegna skipta hann ekki föt? Því að hann vill ekki fara með okkur. Svo þú neitar enn einu sinni að fara með okkur til kirkju? Já, pabbi. Allt í lagi. En þú voru að lofa mér einu. Þú voru að vera duglegur og lesa prédikun dagsins. Já. Þú voru að lesa hana vel. Ég hlýðir yfir hverja einustu síðu þegar ég kem heim. Sagtu prédikunarbókina, mamma. Prédikunin er yfir 14,5 síðu. Hvað þá? Þú líkur aldrei við hana nema og byrja strax og mundu ég hlýðir yfir hverja einustu síðu. Já, pabbi. Og lestu nú á gaumgæfni. Já, mamma. Þið eru auðvitað ánaði yfir því að hagaði svo til að ég verða að hanga í prédikuninni. Skammastu þín, Nilli. Þetta var reglulega ljótt að þér. Já, mamma. Vertu sæll, Nilli. Og gerðu nú enga skammir að þér. Hnútir voru og blíða. Nú voru það áræðinlega að tala hvað ég mikill ónýtungur. Nú get ég loksist tekið byssunars pappa og skotið af henni á þess að nokkur banni mér það. Lilli, pappi. Já. Þú meiðir mig.
Þú hreyfir þig ekki hérðan fyrir við komum tilbaka. Mér er rammast alvað þegar ég segist alltaf hlýðar yfir. Já. Takt ofan húfuna. Nei, tíminn er naumur. Við komum seint ef við förum ekki strax. Ég er að koma. Skildur mig Nilli? Fjórtán og hálf síða. Er ekki til neina stuttar prédikanir? Ég er þreyttur. Jáni, ertu Móli. Ég skal hjálpa þér. Akkur er hann Nilli svona baldinn og illgjarn? Hann er húðlatur og nennir heldur ekki að læra. Slíkur ónýtjungur að það var alltaf hægt að trú honum fyrir að hirða gæsirnar. Ég veit ekki hvað ég á að gera við hann. Hann hlýðir mér ekki. Ég vil að Guð losa hann við illkvittnina og gæfa honum annað hjartalag. Hann eftir að steypa okkur og sjálfum sér í glötun. Hann var svo elskulegt barn. Gjörðu svo vel. Þetta er betur en ekkert. Komdu út, Molly. Fjórtán og hálf síða. Ekkert smáræði. Ég má ekki sofna. Þá var ég aldrei búin með predikunina. Pabbi hlýði mér yfir hverja einustu síðu. Kunni ég ekki nógu vel fyrir illa fyrir mér. Hvaða hljóð var þetta?
Álfur. Svíður. Gaman. Já. Þar gómaði ég þig. Slepptu mér. Nei, vertu svo vænn að láta mig lausan. Hvers vegna? Mér er alltaf langað til að sjá álf. Allt í lagi. Nú varstu búin að ég getur því sleppt mér. Ég á betri framkomu skilið. Ég hef löngum reynst foreldriðinu vel. Hversu vel reynustu mér? Ég skal gefa þér gullpenning. Jafn stóran og kringlóttan og vasár. Takk. Stingdum í vasan og slepptu mig gerðu svo vel. Þakka þið fyrir. Svona hegða sér enginn við álf. Nei. Þetta er lítið. Hvers meira krefst að minn vondi drengur? Hvað viltu meira? Sláðu mig töfrum svo ég kunni predikunina. Ég held ná síður. Þú verður sjálfur að lesa. Ég nenni ekki að lesa hana, hún er við 14,5 síðu. Ég skal gefa þér silfurkeðju. Nei, sláðu mig töfrum svo ég kunni predikunina. Ég ráðlegg þér að gæta þín betur. Akkurju? Heldur ég þurfa að svara spurningu þínum? Ég skal gefa þér silfurdal ef þú sleppur mér. Fleiri tilbúð fara ekki. Ég vil freka kunna predikunina. Látt mig fyrst lausan. Allt í lagi. Já. Hvað er predikunina? Leið mér fyrst að líti lófa þinn. Hér sér það hann. Legðu predikunin í hann, annars fangar hann þig. Ég varaði þig við. Úlfurinn hefur slegið stofuna töfrum. Því trúir enginn. Pabbi og mamma segja mér hafi dreymt. Best að lesa predikunina, annars... Hvað er nú þetta? Er allt töfrum slegið? Líka borðið og stóllinn?
Þetta er ég. Hann sló mig töfrum. Búálfur, hvar ertu Búálfur? Ég verð að finna hann. Búálfur! Þetta fórstu þokkala ráðinu, Nilli Hólmgeirsson. Ha? Og þetta er að skammast þín. Álfurinn er horfinn og þú losnar ekki strax úr klípunni, það er alveg örugt. Ég veit ekki hvort þú trúir mér, en Nilli Hólmgeirsson er að þumli. Gott á hann. Já, þumall. Hann tók í kampinn á mér. Lítið á þumallinn. Hver var að verki? Búálfurinn gerði þetta. Við þurfum ekkert að óttast hann lengur. Nilli gæsahirðir. Þetta er gott að þið, Nilli Hólmgeirsson. Nú er það að virða okkur, Nilli. Það kom vel að vonda, Nilli Hólmgeirsson. Nilli vildi ekki trúa því að hann væri orðinn að álfi. Þetta hlýtur að vera draumur, hugsaði hann með sér. Eftir andartak var ég aftur orðinn að manni. En það var sama hvað hann hugsaði, hann stækkaði ekki neitt. Hárið á honum og jafnvel freknurnar á nefinu höfðu ekkert breyst. Hann hafði bara allur minkað. Drengnum skildist að það var ekkert venjulegt sem hafði komið fyrir hann. En hann grunaði ekki að þetta væri upphaf af góðri vináttu og ævintýraför með villigæsunum.